Fjóla, ekkert víst nema allt breytist. Það mikið kerfishugsun í þessari sýningu og kannski í verkefnunum gegnum tíðina. Sko, ertu alltaf að reyna að koma skikki á hlutina í gegnum myndlistina? Já, það má eiginlega svolítið segja það. Að ég sé svolítið að reyna að koma skikki á hlutina og líka kannski svolítið að reyna að skilja hlutina og reyna að skilja einhvern veginn, já, kannski bara lífið og tilveruna á einhvern hátt. Og þetta verk er þannig að ég er að setja saman mörg mismunandi kerfi. Þannig að ég er að búa til svona ákveðið flækjustig með því að vera með mörg kerfi. Og hvert kerfi hefur sitt eigið svona munstur. Það er svona ákveðin útreikningar sem að liggja á baki hérna hverju kerfi og sem að koma saman. Og ég er svolítið svona búin að vera að pæla í því hvað það er svo mörg mismunandi kerfi sem að stýra bara tilverunni, allt frá því að vera sko manngerð kerfi og yfir í bara náttúruleg kerfi, að það eru alltaf einhverja forsendur á baki hlutunum, einhver eðlisfræði lögmál eða bara það hvernig himintunglin snúast og allt frá því og yfir í veðurfræði og hvernig umferðin að það er alltaf einhver strúktúr sem liggur á baki öllu og við áttum okkur ekki alltaf á því hver þessi strúktúr og hver lögmálin eru. Og ég hef svolítið verið sko að pæla í óreiðu, ég hef verið að pæla í annars vegar sko reglu og svo hins vegar óreiðu og svona mörkin þarna á milli og svolítið verið að pæla í því hvort að óreiða sé yfir höfuð til. Að hvort að sko það sem að við sjáum sem óreiðu sé kannski bara að því að við sjáum ekki lögmálin sem eru á bakvið. Skipulagt kaos. Já, við sjáum ekki heildarmyndina og það er svo margt í gangi og mannsheilinn nær bara að vinna úr eða prósessa ákveðið magn af upplýsingum og við náum aldrei einhvern veginn að skilja heildarmyndina. En þegar við komum inn í sýninguna sem er öll svona unnin út frá hugsuninum ákveðin kerfi, er þá ætlun þína að við lesum okkur í gegnum þetta og við áttum okkur á eða viltu kannski hafa okkur aðeins í óvissunni? Ég held ég vilji hafa okkur aðeins í óvissunni, af því að ég held að þetta sé mitt svolítið sko svona, já ég er svolítið að pæli því að við skiljum aldrei heildarmyndina. Að sko þetta er svona heimur sem fólk lappar inn í og það áttar sig kannski á því að það er eitthvað í gangi og það er einhver lögmál og það er ákveðin taktur í hlutunum. Það eru svona þræðir sem eru að hreyfast, ljós sem eru að breytast og svo framvegis og það er einhver forritin sem á sér stað og liggur á baki svona þessum hreyfilegum elementum. Þannig að fólk kannski skynjar að það er eitthvað sem stýrir en það er kannski ekki alveg fullvist hvað stýrir hverju. Og svo er ég líka með hreyfiskynjara, þannig að hluti af verkinu stýrist af nærveru og aðkomu áhorfandans, hvar hann stendur í rýminu. Þannig að áhorfandinn kannski, já, vonandi fær á tilfinninguna að hann hafi einhver áhrif, að hann hans viðvera í rýminu skiptir máli en hann sé samt kannski ekki alveg viss. En ef þú gefur okkur einhverja lykla að þessari innsetningu, hvaða system eru það sem að liggja til grundvallar? Það er siglingafræði, það er eins umferðarljósa tilfinning einhver. Getur þú sagt aðeins hvað liggur til grundvallar? Já, það er svolítið svona, sko ég er rosalega mikið að pæla í tölum og hlutföllum. Þannig að ég er mjög mikið alltaf svona að reikna hluti út. Og þannig að það er svona ákveðið talnakerfi sem liggur á baki í rauninni strúktúrnu sjálfum. En svo er ég með ljós sem að lýsa innsetningunni upp hægt og rólega og fara út aftur. Og þar er ég svolítið að hugsa sko bara einhvern veginn sólarganginn og líka bara hvað við sem manneskjur í dag erum sko úr takti við sólina. Að við erum svo mikið stýrð af rafmagnsljósum og við vöknum við rafmagnstæki en ekki sólarljósið.
og við mælum svefnin okkar með rafmagnstækjum til þess að vita hvort við sofum vel eða ekki. Þannig að það er svona, ég er svona aðeins að pæla í þessu með já, þannig að ég er svona líki eftir sólarljósi en það er manngert. Síðan er ég með liti sem að kalla svona hver á annan inn í salnum og það eru litir sem að koma úr siglingafræði og í rauninni umferðarljósum og það eru litir sem að við sem manneskjur höfum komið okkur saman að tákna eitthvað. Það er ákveðin merkingakerfi bak við það að rautt þýðir að stoppa og grænt þýðir að maður megi halda áfram og gult að maður megi hafa svolítið varan á. En í siglingafræði þá eru skipin alltaf að sigla á milli rauða og gula ljósins. Þannig að það svona segir skipstjórum og flugstjórum hvar þeir eru staddir, hvað eru marga gráður, þá geta þeir reiknað út hvort þið séu á réttri leið. Og kortum er þetta táknað rautt og grænt og gult, þó að sé reyndar ekki gult ljós í vitum til dæmis, en á korti er að tákna með gulu ljósi. Þannig að þetta eru sömu litir. Þannig að við sem manneskjur erum búin að koma okkur upp svona kerfi til þess að hjálpa okkur að rata heiminn, svo við rekumst ekki hvert á annað og rötum og til þess að reyna að skilja heiminn sem er samt svo illskiljanlegur. En sko, þú sem ert svona upptekin af kerfum, er myndlistin fyrir þér þá einhver aðferð til þess að reyna að rata í veröldinni að reyna að skilja? Já, ég held það sé einmitt þannig að því að sko, ég áttaði mig ekki alveg á þessu strax, en ég er alltaf í verkunum mínum einhvern veginn að búa til einhvern strúktúr og svo er ég oft líka að búa til kaos. Þannig að ég held alveg akkurat að þetta sé svolítið hvernig ég skynja heiminn og ég get verið mjög kaotísk sjálf og ég er alltaf að reyna að skipuleggja mig og reyna einhvern veginn að hafa stjórn á hlutunum og ég held að það sé, sko, ég er ekkert ein það, ég held að það sé bara svolítið svona sammannlegt að við viljum hafa röð á reglum hlutunum, við búum okkur til kerfi til þess að skilja hlutina, til þess að fá yfirsýn, en upp á vissu marki, sko, en svo erum við líka oft í svona mótstöðu, að við viljum ekki hafa of mikið, ekki of stíf kerfi. Þegar kerfin verður stíf þá fyrir við að veita þeim viðnám. Þegar eitthvað er búið að vera kannski of lengi í gildi, einhver hugmyndafræði, að þá viljum við fá breytingu og þá fyrir við að veita þessu viðnám af því að annars væri engin þróun og þannig þróast hlutirnir að það er eitthvað og það er alltaf að breytast og við erum alltaf að reyna að skilja það en það breytist jafnóðum. Þannig að heimurinn er aldrei einhvern veginn einhver svona föst stærð.